Komið sælublessuð, velkomin í vikuskamt, beina útsendingu. Við ætlum að fjalla hér svona helstu fréttir, líðandi stundar og tíðaranda, þjóðmál sem vert að ræða næstu klukkstund eða svo. Hér að jafnaði 4 gestir en það bara 2 mættir. Sjá til hvort það verður hvort við fáum ekki fleiri. En hann komin hingað maðurinn sem oftast kallaður Jóli. Já. Forseti ungs jafnaðarmannafólks. Jafnaðarmannafólks, stjórnum með þetta. Já, jafnaðarfólks. Já, forseti ungs jafnaðarfólks. Takk fyrir að hafa mig, Bjössi. Já, einmitt. Og hvað heitirðu fullu nafni? Jóhannes Óli, Sveinsson. Já, einmitt. En Jóli, það kallaði allir Jóla. Já, svo miklu betra. Það er vörumerkið þitt. Já, bara miklu betra. Stutt og laggott. Já. Og Björg Eva Erlendsdóttir, þið nú kannski óþarf að kynna, en þú ert framkvæmdastjóri Landverndar. Það passar. Og svo ertu líka orðin þáttagerðarkona hér á Samstöðinni. Þú ert náttúrulega með grænaborðið. Ein af nokkuð mörgum. Þannig að umhverfismál hafa verið sett hér með markvissum hætti á dagskrá á þessari stöð, meðal annars þökk þér og þínum og veitir ekkert af. Nei, og við erum ótrúlega mörg. Við settum okkur svona ritstjórnarreglur að það mætti ekki hvaða umhverju sinni sem koma og stjórna þættinum, það yrði að vera fjölmiðlamaður. Já. Og þá bara kom í ljós að þeir voru bara margir sem að þeir voru gjarnan fyrrverandi. Samt ekki allir. Gjarnan fyrrverandi. Við erum flest fyrrverandi. Já, ég maður alltaf fyrrverandi eitthvað. Fyrrverandi úr pólitík og ýmislegt. Akkurat. En ef Guð lofar, þá bætist hér í okkar hóp, þannig að hún Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá sósíalistum, nei, hjá vinstrinu, afsakið, þetta getur verið snúið, muna hver hvar, og jafnvel Brynjar Níelsson. Þau 2 höfðu sagt já við því að þau myndu koma. Umferðin getur verið svolítið snúin á þessum tíma, þannig að við væntum þess að þau bætist við. En hvað finnst ykkur tveimur, svo við byrjum bara svona frjálsu vali, hvað finnst ykkur að hafa einkennt þessa fréttaviku sem að nú að liða, við byrjum á þér, Jóli, hvað er stærst og mikilvægast? Guð, það náttúrulega að byrja sveitarstjórnarkosningar. Já, að byrja. Nærmaður að lesa minna, sko. Já. Mér fannst tónnin vera sett svolítið helgina hjá Kristínu Frostadóttir, fór mikið svona í byrjun vikunar í að ræða þetta útspil í leikskólamálum og að standa með fyrirtækjum og svo leiðis og fór svona, mannst áhugavert, hann fór bara mánudaginn í þinguna að ræða þetta og svo náttúrulega bara Trump alltaf en það er ekkert mismunandi eftir vikum, hann einhvern veginn nær öllum vikum. Sko, ég var að hugsa það á hann, þetta er góð vika miðað við síðustu viku. Já. Mér leið bara eins og heimurinn væri á hverfandakveli í síðustu viku. Þetta væri bara geðþótta ákvörðun brjálaðsmanns, hvort yrði ítt og takka, siðmenningu yrði bara eitt eins og hann talaði og allir rosalega vandræðalegir í kringum hann. Bara 3. heimsstyrjöldin, bara raunverulegur möguleiki í síðustu viku. Þetta er aðeins skárri vika. Það er líka með Orbán, fall Orbán og svona. Það hefur aðeins. Hvað segir þú það, Björg Eva? Er þetta ekki heldur á réttri leið núna? Ég myndi segja að það veri mjög mikil dagamunur á þessum sjúklingi sem heimsmálin eru. Það er kannski allt í lagi morgunin og svo allt komið í háa loft kvöldi, þannig að ég er frekar önnum kafinn eins og þeir sem eru í pólitíkinni, þannig að ég hef ekki náð að fylgjast alveg með öllu, af því við erum að undirbúa risastóran viðburð náttúruverndarhreyfingin á sumardaginn 1. Það verður dagur náttúrunnar í ár. 5. daginn næstu viku? Já, þannig að ég hef verið mjög mikið á haus í því, en maður kemst ekki hjá því samt að sjá svona, það glittir í stjórnmálinn inn á milli og eitthvað svona kast á milli manna og svona alltaf Trump alltaf og með Viktor Orbán og hans eftirmann, það og nú alveg eftir að koma í ljós. Mér fannst hann nú þessi nýji svona, hann lofaði góðu fyrsta kvöldið og svo fór hann nú að tala fjölmiðla og frekar óþægilegan hátt fannst mér. Og svo þegar að kemur nú í ljós að uppruni hans er nú kannski ekkit allt of langt frá Viktor Orbán og þeim félögum, þannig að hann er nú ekki, það á allt eftir að koma í ljós. Ertu að segja að kunna vera sér ekki allir munurinn á kúk og skít? Ég bara veit það ekki, en maður vonar alltaf það besta, en svo veit maður ekki. Nei. En þessi ganga, þessi umhverfisdagur, þannig að næstu viku,
þetta eitthvað svona dæmi sem hvetur almenning til að taka þátt í eða hvað eru að tala um? Þetta er dæmi sem að almenningur er sannarlega hvattur til að taka þátt í og þekkir út af því að þetta var fyrst gert fyrir 20 árum og þá voru nú ekki ómerkilegra fólk heldur en Ómar Ragnarsson og Vigdís Finnbogadóttir, þá forseti sem tóku bara þátt í þessari göngu og það voru mörg þúsund manns í henni. Og það var til þess að minna á náttúruna og þá voru uppi dálítið stórkallalega áformum alls konar. Já. Og þá má segja að þannig er þetta í dag líka. Já. Síðan fyrir 13 árum, þá var þetta aftur. Já. Þá voru Guðmundur Hörður, Guðmundur Ingi, ég tók þátt í því. Þá bjöggum við til mikið af grænum fánum, 1000 græna fána og gengum með þessa fána og 1. maí. Verkalýðshreyfingin var ekkert sérstaklega hrifin af því að við verum að breyta þessum degi blanda grænum rautt. Nei, þeim fannst það svona alla vegana, myndi ég segja. Af því að það voru nú kannski ekki allir náttúruverndarsinnar þá í verkalýðshreyfingunni. En núna vinnum við þetta með verkalýðshreyfingunni og ég held að þau komu bara með þessum allavega. Enda á þetta allt saman mikla samleið. Náttúruvernd og bara almanna hagsmunir. Þú vannst með Ómari og RÚV. Ég vann með Ómari í mörg ár. Passaði mér samt á að fara ekki flugvél með honum. Ég náði líka að vinna nokkur ár með honum. Það var alveg ógleymanlegt þegar hann kom norður á starfstöðin og Akureyri, hvernig hann geystist inn eins og hvirfilvindur og hérna var allt brjálaði einhverja 40 mínútur og svo var hann farinn og maður bara, gerðist þetta? Orkan í honum. Og var rosaleg. Og náttúrutengingin sem núna sést aðeins í gegnum Láru dóttur hans með þessa þætti sem er gaman að sjá. Það er alveg rétt. En sko, ég ætlaði nú að bíða eftir því að við yrðum hérna 4. En ég held við ættum bara að fara svona hefja spjall það svona sem mig langaði að ræða við ykkur. Og hérna, eitt af því er ummæli Snorra Mássonar regnboga landslægið. Og ég var til dæmis bara hérna að fá tölvupóst frá Hagaskóla. Ég á barn í Hagaskóla. Og þar segir í ljósi umræðina í samfélaginu regnbogafánan langar mig að deila með ykkur norskri auglýsingu frá árinu 2025. Í henni sést vel hvaða jákvæðu áhrif það hefur fyrir hinsegin einstaklinga að sjá regnbogafánan í sínu daglega lífi. Við gerum okkar besta í Hagaskóla til að hafa regnbogafánan sýnilegan á lyklakippum starfsmanna og í skólastofum okkar. Það gerum við til að börn sem eru hinsegin eða leitandi upplifi að skólinn sé öruggur staður fyrir þau. Og svo segir einnig, í grunninn gengur þetta allt út á að fólk fái að vera það sjálft og vera laust við að verða fyrir fordómum eða mismunum. Og það er einnig talað um að hjálpast að við að halda kærleikanum á lofti, það sé aldrei störf á því. Þetta er sem sagt hérna, þetta er ekki fyrsta skipti sem ummæli Snorra, þingmanns okkar, eru bara svona leiða til sérstakra viðbragða innan í kerfum landsins. Biskup, grunnskólarnir, það er bara allt á fullu. Hvernig fer þetta í ykkur? Byrjum á þér, Jóli. Snorri hættur að koma óvart í þessum efnum, sko. Hvernig hann talaði núna, ég meina, þetta er bara mjög sorglegt, sko. Hann er þingmaður og það fylgir því bara ábyrgð og það er að passa hvernig hann talar og hann líka tala til, sko, barna og hinsegin fólk sem hann starfar líka fyrir, sko. Með svona áhugavert, ég meina Miðflokkurinn á leiðinni sveitarstjórnarkosningar, maður sér þetta líka af Einar Jóhanns nafna mínum í Kópavogi, að þetta virðist vera það sem að skipti þá mestu máli. Hvaða fánar hanga við grunnskóla eða hvaða lyklakipi fólk er með hálsinn. Meðan að eins og í Kópavogi, ég meina það er bara foreldrar að borga miklu leikskólagjöld en það gengur og gerist og þeir eru einhvern með fókusinn þarna, sko. Heldur þetta séu atkvæða veiðar, hreinar, fyrir sveitarstjórnarkosningarnar? Hvað heldur þetta séu? Maður vonar náttúrulega þetta séu ekki, eða þú veist bara að það sé ekki hægt að veiða mikið atkvæðum á þessu, sko. En jú, ég held að þetta sé þetta það, sko. Og ég held að þetta sé bara, þú
þú veist, þeir hafa náttúrulega verið mikið í útlöndum og í ferðum til Bandaríkjanna til þess að hitta repúblikana þar. Já. Og ég meina þar held ég að þeir hafi séð að það bara getur oft virkað að gera fólk reitt, setja fólk í hólf og hópa og reyna að ná atkvæðum þannig. Já, hvað segir þú, Björg Eva? Jú, mér finnst þetta nú bara búið að vera frekar lengi og fá allt og mikla athygli miðað við hvað þetta er þunnt og lítið spennandi í rauninni og ég trúi því heldur ekki og mér sé svo sem ekki endilega merkjum að þeir fái atkvæði út á þetta en hins vegar þá er það alveg þekkt og virt að þú getur gert fólk hrætt og gert fólk reitt og hólfað það niður þá færið einhver atkvæði og það er náttúrulega verið að því á svona fjölbreytilegan hátt en ég held að þetta sé einhvern veginn komið svolítið fram úr sér og svo eru Íslendingar ekki fordómafullir í þessum málum og ég held að þeir hafa bara aldrei nokkuð tímann verið það og af því ég er nú hálf norsk þá man ég bara eftir því hvað það voru meiri fordómar í Noregi gagnvart samkynhneigðum og gagnvart bara fólki sem minni hluta hópum og þá voru flokkaðir í svoleiðis hópa bara einstæða mæður, fólk sem að hafði átt börn utan hjónabands og það var ægilega mikið svona strang trú á ýmislegt sem að bara hefur ekkert verið hér. Við erum bara frjálslynd í kynferðismálum miðað við margar aðra þjóðir og þess vegna held ég að Snorri sé bara á algjörum villigötum og hann komist ekki neitt með þetta. Já, svo tala þessi sömu menn svo mikið þjóðarstól, sko. Ég meina, minnst þetta bara hluti af stolti mann sem Íslendingur, sko. Við erum opið og frjáls samfélag sem að ber virðingu fyrir rétti fólks til að vera eins og það vill, sko. Já, og sérstaklega í þessu, sko. Ég held ekkert að Snorri sé að ná að rugga neitt við því. Nei. Við bara... Ef maður vonar ekki alveg. Ég hef ekki trúið. Ég hef aldrei, sko, samkynhneigð sjálf og ég hef bara ekki orðið vör við það að fordómar sé að aukast eða eitt eða neitt svoleiðis. Mér finnst bara allir svona bara hugsa Snorri Másson, hann er bara hann einhver vitleysingur að reyna að veiða atkvæði, þetta er heimskulegt. Það eru þetta vandamál, þetta hefur áhrif á ungt fólk. Svona, það er náttúrulega bara grunnskólabörn sem eru að fylgjast með honum, sko, mikið á TikTok og svona. Já, mér finnst þetta ekki alveg einfalt að bregðast við þessu, sko. Þú segir sjálf að hann fá ómikla athygli. Já, mér finnst þetta, þú veist, já, mér finnst hann fá mjög mikla athygli bæði í þinginu og út allt og ég bara man líka, svo ég haldi áfram að tala Noreg, af því ég hef búið þar lengi og ég man þegar að Fremskrittspartíi sem er ansi mikill stækur hægri flokkur, þegar þeir voru að vaxa mjög hratt á því að vera mjög hræðilegir við samkynhneigða, við innflytjendur, alltaf að finna eitthvað fólk sem var vont við dýr og eitthvað svona sem var svona óbúslega einfalt, hægt að hræða fólk með og það voru alltaf allir að svara þeim og þeir bara stækkuðu eftir því sem meira var farið að ræða einhverja bara vitleysu og firru. Já, en sko, já, eins og ég segi, mér finnst þetta... Þú gefur hlutum mjög mikið vægi og sko bara komandi úr líka ýmsum minnihlutahópum þegar að sem eru kannski þaggaðir. Já, en sko nú er ég að lesa hérna upp úr tölvupósti frá grunnskóla. Þannig að það er ekki bara sko þetta varðarhóp sem er viðkvæmur. Ef Snorri Másson væri alltaf að halda því fram að tunglið væri úr osti, þá myndi ég segja að það þyrfti ekki að segja frá því daglega. Það væri bara alltaf fyrir hádegi að halda því fram að tunglið væri úr osti. Ég held að það hefði bara enga þýðingu að fjalla um það. En hann er þarna að fjalla hóp sem er viðkvæmur, berskjaldaður. Það hefur verið lýst, við erum með hvert viðtalið á fætur öðru við fólk það að það sé bæði erfiðara að vera samkynhneigður í dag en það var fyrir einhverjum x tíma, erfiðara að vera litaður, erfiðara að vera í minnihlutahópi í dag en það hafi verið. Skólarnir bregðast við, þeir halda þessari umræðu gangandi, þeir það er ekki bara fjölmiðlar. Jú, en punkturinn er ef að þetta er tilfellið í dag, að fólki líði svona út af því meðal annars hvernig Snorri Másson talar, á þá að kalla hann til þess að ræða hversuna þessu fólki líður svona. Ég er meira að velta fyrir mér sko pólitískum viðbröðum samfélags heldur en að velta fyrir mér hvernig Snorra Másinni líður.
Sko, dæmi eitthvað sem allt og mikið af mínum mati það að Sigmundur Davíð, hann segir okkur einasta degi að þessi ESB-kosning framundan þjóðaratkvæðisgreiðslan sé allt annar hlutur en hún og það alltaf skrifið frétt það oft á dag, það sem Sigmundur Davíð hefur að segja það finnst mér finnst það ekki nauðsynlegt, hann segir alltaf saman hlutin en sko Snorri Másson sem að fjalla viðkvæman hóp, maður heyrir kennara segja það bæði beint og óbeint að ástandið inn í skólunum sé erfiðara heldur en hefur verið. Hvað eigum að gera við Snorra? Ég meina líka að þetta hefur breyst sko. Fjölmiðlaumhverfið hefur breyst. Ég meina við í ungu jafnaðarfólki við buðum Snorra Másson að koma til okkar í stjórnmálaskólanum, í Pallsborð, að ræða Evrópusambandi. Og ég meina það bara út af því að ef við látum hann ekki ef hann talar þessa hluti ekki á okkar vettvangi eða hefðbundnum fjölmiðlum og ekki svarað þar þá talar hann bara þetta á sínu vettvangi þar sem hann með sko þúsundir ungs fólks að fylgjast með sér þar sem hann fær mikil viðbrögð að ná til hellingafólki og enginn til þessu svarun af því hann bá svona bara sjálfur í myndavélina Ég held að sé mjög mikilvægt að ná eins og Snorra, ég menna að það ná honum bara í alvöru umræðu af því að þegar hún er með alvöru umræðu á einhverjum stöðum þá sér maður hvað þetta er innantómt og þund og já og breyst mikið frá því að við vorum upp á okkar besta sem blaðamenn fyrir mörgum áratugum aðgengi blaðamanna og fréttamanna að stjórnmálafólki það breyst mikið núna það eiginlega talið sko duga að vitna í status á Facebook sem einhver stjórnmálamaður skrifar þegar sko við hefum ekki lint látum fyrir 30 árum fyrir einmitt RÚV og þessi sterkari miðlar hefðu bara fengið viðtal frá þeim sem voru í eldlínni þetta ákveðin menningarvandi sem orðin Ég meinar að sé auðveld, skil ekki alveg miklu erfiðara og það er orðin allt annað konsensus samfélagssáttmálin að stjórnmálamaður eins og Jól að tala þurfi að standa fyrir sínu máli svara helstu fjölmiðlum komi viðtöl leið og hann randar eitthvað á Facebook síðunni þetta er orðið miklu það er alltaf veruleiki í dag það geta liðið vikur þangað til að stjórnmálamenn sem segja umdeilda hluti þurfa raunverulega að svara fyrir það í einhverjum fjölmiðlum Dagskrárvald fjölmiðla hefur bara minnkað Já, það hefur breyst. Það er svona hver orðin fólk orðið þess eigið dagskrárvald af því að núna höfum við öll aðgengi að hundruðum þúsunda Ég er bara stjórnmálamaður og segir nú set ég smellibeitu á Facebook Akkurat, sko. Og þá er hún tekin og svo hringt í mig og ég segi ég lesi bara Facebook Einmitt Og það er spurning hvort blaðamenn sko eigi að láta sér þetta duga. Ég var á fundi hjá blaðamannafélaginu í fyrravetur þar sem var heilmikil umræðum það að blaðamenn ættu í rauninni ekki að vitna til þess sem stjórnmálamaður í umdeildri stöðu skrifar sjálfa sig á félagsmiðlum. Það bara, við eigum bara að gera þá kröfu að stjórnmálamenn sem halda upp í mjög umdeildum skoðunum að svari fjölmiðlafólki Já, að umræðan sé tekin eins og Jóli bendir á að hún sé alvöru en ekki bara ekki að henda fram einhverjum fullyrðingum. Já, einmitt. En ég held að það sé hægt núna meðal annars vegna þess að það hefur orðið þessi breyting á fjölmiðla landslæginu og þessi hliðvarsla er náttúrulega löngu horfin og brostin og það er ekki lengur neinn svona sérhæð samviska sem að blaðamanna sem að ákveða það að veruleikin sé einhvern veginn og við þurfum að fá viðbröð við því. Þetta er bara svona meira og minna allt saman random. Ef við tökum miðl eins og DFF, þetta er náttúrulega bara smellibeitu fréttir. Þeir segja sjálfur að þessu afætu fréttir. Þeir kalla það sjálfur, blaðamenn DFF, kalla eigin afurðir afætu fréttir. Og af hverju er ég að randa þetta? Vegna þess að það er mánuður í sveitarstjórnarkosningar og helstu fréttirnar sem við fáum af viðbröðum einstakra frambjóðenda til dæmis þegar maður ekur göngugötu og leitar að bílastæði og svo bregðast aðrir stjórnmálamenn við því og TikToka
Það þegar maður dansar og segir að vodki í kók sé uppáhaldsdrykkurinn, Brynjar Níelsson, ef hann kemur ég var að lesa, ég vona að hann komi því ég þarf að spyrja hann út í þessa kosningaherferð. Þetta TikTok myndband Brynjar Níelsson. Það minna mjög mikilvægt að vita hann maður kýs hvað fólk hefur gott að drekka. Já, en bara þið skiljið stöðuna, það ekki? Jú. Þetta verður snúnara og snúnara að reka málefnilega kosningabaráttu. Það er ekki satt. Já, og bara eins og þið segið að hvernig þú nær til ungs fólks, það bara ekkit endilega í gegnum hefðbundna fjölmiðla. Nei. Ungt fólk sem ég þekki bara veit tæplega hvað RÚV og horfir ekki á það og mörg áður en fréttatíminn hætti að vera blað, þá lá hann bara í einhverju vaskafati í blokkum og var bara hent beint ólesnu. Það er ekki mörg ári það að fólk veit ekki hvað er blað eins og moggin. Á sama tíma heldur Logi ráðherra að RÚV sé bara alfa og omega alls í samfélaginu og meðan einmitt krakkarnir veit ekki hvað er. En hvað eigum við að gera? Krakkar, þú veist, eigum við bara hendinn handklæðin, er þetta bara búið, þú ert náttúrulega svo ungur að þú veist ekki alveg hvað við erum að tala við Björn Gefa og hefur kannski ekki samanburð, en hvernig sem sagt já, er það bara allt í lagi að kosningabaráttan sé bara fyrir utan hefðbundna fjölmiðla og þetta sé bara svo sem að býr til skemmtilegasta TikTok myndbandið. Hefur þú ekki meðal annars náð árangri í kosningabaráttu sem þú tekið fyrir Samfylkinguna vegna þess að þú hefur verið duglegur að taka svona flókið og alvarlegt og erfitt efni eins og stjórnmál og gera úr því afþreyingarefni? Jú, við höfum verið að búið til ágætis myndband. Ég held að skipta alveg máli. Það er kannski ekkit Mér finnst það ekki einhver grundvallar munur á því að einfalda hluti og setja það í TikTok og hafa búið til slagorð með fínum myndum í gamla dagar, sko. Ég skil það. En auðvitað hefur þetta breyst. En það held ég einmitt munur á því að vera búið til hreyfiefni, rattefni á samfélagsmiðlum málefnin og að vera að tala vodka í kók. Ég vil ekki að segja hvort er rétt, sko, en það er mikið munur að ná. Og ég meina Ert þú kosningastjóri Samfylkingarinnar í Reykjavík? Nei, ég er bara aðeins að aðstoða. Ég vunni mikið með Pétri. Já. Getur við sagt að þú sett maður Péturs? Ég er bara aðstofa. Ég er forseti ungra, þannig að ég sinni náttúrulega öllum ungum frambjóðendum, en svo er ég hérna í Reykjavík og er aðstofið þar. Já. Ég ætlaði að bíða eftir þeim tveimur. Já. Til að ræða könnun, sem í dag. Já. Þjóðarpúls, Gallup. En það er best að við bara byrjum á því, það ekkert víst að við verðum fleiri en 3 í dag og við verðum bara horfast í augu við það að stundum ég er búin að vera að reyna að senda einhver skilaboð tölvunum, ég fæ bara engin viðbröð hvorki frá Sönnu né Brynjari. En förum aðeins í þessa könnun í dag. Þú hlýtur að hafa verið mjög spenntur að sjá hana. Já. Og Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur. Já. Hann er aðeins stærri en Samfylkingin. Já. Þetta eru svona turnarnir 2 en Sanna og félagar í vinstrinu er að fá mjög góða mælingu. Miðflokkur er að vaksa töluvert frá því sem verið hefur. Langt undir sínu kjörfylgi landsvísu. Reyndar. Langt undir. Sínu fylgi landsvísu, ekki kjörfylgi en fylgi núna landsvísu. Finnst þér það svona, kemur það þér óvart? Nei. Ok. Það er mjög bara svona, já. Heldur að það sé þar við frambjóðendur að sakast eða af hverju er svona mikið bil á kjörfylgi Miðflokksins og landsvísu og í borginni? Sko það er margt sem á að gera betur á borginni. Ég er ekki viss það og maður finnur að maður fer út að tala við fólk að það er ekki mikil stemming fyrir byltingum eða öllu sé umturnað eða kollvarpað eins og Hildur Björnsdóttir tala og hvernig Miðflokkurinn lætur eins og allt sé hérna að fara til andskotans. Ekki mikil stemming fyrir því? Nei, ég meina það þarf að laga okkur hluti, kerfið er bólnað út sko, en stemming fyrir því að sé einhvern veginn farið í uppeyju eða skipta alveg kurs, það finnur maður ekki og ég finn ekki að mikilvægast af kjósendum í ár séu bílastæðin í miðborg sko. Miðflokkurinn er bara ekki að tala það sem skiptir fólk mestu máli held ég og það er það sem er bara að falli held ég. En flæði fólks umferðin á höfuðborgarsvæðinu er vandamál. Já, algjörlega. Og það er vantraust gagnvart borgarlínunni og sko þetta er svona að vera forvitnilegt að sjá hvaða meirihluti verður myndaður að það má hugsa sem meirihluta sem eiginlega bara pakka þessari borgarlínu
hugmynd bara aftur saman og segja bara þetta var aldrei góð hugmynd. Það er náttúrulega bara eitt af versta sem geti komið fyrir umferð Reykjavík er að Þú hér veist er myndaði það. meirhluti eftir kosningar sem að fyrir að rífa þennan sáttmála sem að öll sveitarfélög höfuðborgarsvæðinu og ríkið gerðu sín tíma, ég meina skrifuðu bara undir síðast 2024 og núna er bara, ég meina þetta verkefni er á flegi ferð, það er búið að fjárfesta bæði af einkaaðilum og ríkinu og sveitarfélögum fyrir margar 100 milljóna. Já. Arnarnesvegur, Konlandaveg, Reykjanesbrautin er klár, við erum byrjað að byggja brú. Já. Þannig að mjög margt að gerast og það sem þarf ekki núna er að taka þetta aftur upp. Já, en andstæðingar borgarlínunar segja síendutekið að það sé ekki rök fyrir því að henda meiri peningum í borgarlínuna þótt að sé búið að henda mörgum milljónum og miklum peningum í hana því að það sé bara vond hugmynd og kalli hérna það verður bara einhvers að stoppa. Ertu gjörsamlega ósammála því? Já, ég meina sveitarfélögin sveitarfélögin höfuðborgarsvæðinu sáu bara fyrir að ef það var ekki farið það að byggja upp góðar almenningssamgöngur að það myndi umferðinu höfuðborgarsvæðinu bara þyngjast. Ég meina fjölgar hvað bílum 60 eða 70 viku og lausnin er ekki fleiri nefndir og meiri tafir eins og hægriflokkarnir boða. Heldur bara að halda áfram. En það er komin nýr gestur að borðinu. Hæ, sælblessuð. Afsakið hvað ég segi. Já, ekkert vandamál. Þú varst búin að vara okkur við því að gæti færi svo. Hann var verið með Brynjar Níelsson sem hafði ekkert varað okkur við að hann er í seinni. Hann ætlaði að vera hérna á milli okkar. Já. Við sjáum hvorki tangunni. Þetta er á honum, þá tölum við bara hann. Ég var á mjög áhugaverðum viðburði sem að félag eldri borgara var að halda og við vorum með þetta að ræða borgarstjórnarkosningar, uppbyggingu almenningssamgangna og bara ýmislegt sem við náðum að fara. Þú kemur akkurat inn í það umræðinni hjá okkur. Já, og hvað sögðu eldri borgararnir? Það voru skiptar svona skoðanir á til dæmis borgarlínu svona meða við einhvern veginn spurningarnar sem að komu. Það var líka verið að tala húsnæði og hagnaðardrifna uppbyggingu, mikilvægi þess að hlusta, samráð og mér fannst við ná að svona fá tíma til þess að greina frá okkar sýn á þessum málefnum. Þetta var ekki svona fundur þar sem að fulltrúar framboðan að mæta og það kannski ekki gefin, 1 mínúta mann eða eitthvað þannig. Þetta var bara mjög áhugavert og gagnlegt. Ekki Morfís hraðakeppni. Nei, svo mæti ég móðinn í bara. Þannig að þú vilt ekkert bakka út úr borgarlínunni? Nei, við þurfum uppbyggingu almenningssamgangna og ég er manneskja sem er mikið í strætó og ég var bara mjög fúl með það hvernig þetta var kynnt á sínum tíma. Það var birti skakvært mér og fleirum sem að treysta á strætó að það væri bara komið eitthvað allsherra plan sem væri rosa frábært, það bara kæmi og í millitíðin ættu við strætófarþegar bara einhvern veginn að brosa og vera sátt að meðan það yrði ekkert kannski lagað í strætómálum fram að þeim tíma. Af því að þetta getur ekki treyst á eitthvað sem er ekki komið. Þannig að maður getur alveg skilið að fólk sé dálítið svona kannski fúlt yfir því að sjá ekki árangurinn beint fyrir fram að sig og það er alveg skiljanlegt og að því að okkur þyrstir í betri almenningssamgöngur. Já, og við þurfum einhvern veginn að komast hraðar og öðruvísi á milli staða en við erum að gera núna. Bara, þetta er algjörlega ósjálfbært ástand, það verður verra og verra. Og mér finnst líka, það er oft verið að tala að með því að fjölga samgöngumátum, þá sé einhvern veginn verið að taka eitthvað af einhverjum öðrum. En ég sé þetta ekki þannig, ég sé þetta þannig að það sé verið að gefa fleirum færi á því að nota almenningssamgöngur, af því að við höfum ekki allir efna bíl, það er ekki allir sem að vilja vera bíl, þannig að þó að við séum að gera ráð fyrir því að strætó fái sér akrein, það þýðir ekki að við séum að taka af þeim sem að kjósa að keyra og þurfa að gera slíkt, heldur bara að gera ráð fyrir því að fleiri geta einmitt kosið að nota strætó ef þau vilja og en auðvitað bara taka breytingar á. Þegar við erum að fara í eitthvað nýtt, það bara tekur á. Það getur alveg gert það. Eitt orð frá þér þetta áður en ég fæ aðeins viðbröð Sönnu og ykkar allra þá núna við svona því helsta í þessari könnun aðeins borgarlínuna þitt sjónarhorn. Já, borgarlínuna. Mér finnst að þessi gagnrýni Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins líka á borgarlínuna núna, hún er bara svona svo úlfurinn og rauð þetta bara, þeir eru að tala já, við getum nú alveg gert svona betri strætó, en svo eru þeir bara að hugsa einkabílinn og það bara blasir við bara í öllu sem þeir tala, bara einhver gatnamót, mislæg og allir verða að fá að leggja og þessi myndbandsrúndur hans Ara þannig niður í
bæ að skoða alla staðina þar sem ætti að vera bílastæði. Já. Þetta ekki sannfærandi, hann ekki að hugsa almenningssamgöngur og fólk vill almenningssamgöngur. En það væri mjög fínt fyrir Samfylkinguna og vinstrið að horfa aðeins á þessa gagnrýni út frá því að það bara hægt að gera þessa hluti fyrr. Það ekki hægt að bíða eftir þessari borgarlínu og skammarlegast af öllu í sambandi við almenningssamgöngur að það skuli ekki vera almenningssamgöngur til Keflavíkur. Að fólk skuli virkilega ekki stjórnvöld geta ítt á það að koma á almennilegum, venjulegum strætó til Keflavíkur. Það bara það einhver öfl sem standa gegn því sem vilja það ekki. Og vegna þess að auðvitað þetta hægt. Strætó fær ekki að leggja fyrir utan flugstöðina. Einu sinni var að sagt þessu og því bara þau sögðu hjá Ísavía við erum ekki með þessar almenningssamgöngur fyrir flugfarþega. Einu sinni var sagt þessu öfl væri fjölskyldunas Bjarna Ben og fleiri mógular sem að hafa bara gríðarlegan arð af því að þetta einhver arðsemisöfl, það alveg þetta arðsemisöfl, ég veit ekki hvað það mál stendur í þetta bara svolítið skammarlegt út af því að bara, maður veit það bara, þegar fólk kemur til landsins þá borgar sér bara að taka bílaleigubíl strax. Já. Þótt þú ætlir ekkert að nota hann í Reykjavík. Þá teppur stæði, þú fjölgar bílum stórkostlega í umferðinni. Já. Og svo líka mjög furðulegt að það ekki neitt verið að reyna að venja börn á strætó. Akkur ekki, ég held að veri Dagur B sem að stakk upp á því að það væri bara strætókort inn í háskólagjöldum. Það sem mjög sniðugt. Ég er farin að hugsa það mikið að gera. Mér tengist eitthvað svona uppeldinu að því ég er svo vön að fara með mömmu í strætó þegar ég var yngri og ég nota mikið strætó í dag og fólk er svo hissa því ég er með bílpróf. En það er svo langt sem ég hef keyrt, ég held ég myndi ekki leggja í það að fara núna einhvern veginn að kaupa með bíl og keyra á honum, ég væri svo stressu, ég væri bara allir mætt í umferðinu og bara á milli staða og lítið sofin, ég held að þið kannski smá skrautlegt, þannig að fínt að geta bara skellt sér upp í strætó. En hvernig finnst þér þjónustan? Finnst það nú bara góð? Mér finnst miðinn fyrir eða þú ert að fara að kaupa einn miða, það er 690 krónur, það er mjög hátt. Ef þú ætlar að prófa kannski strætó eitt skipti 690, það er mjög hátt. Það mætti fjölga ferðum, hafa tíðari ferðir. Það er búið að gera það ákveðnum leiðum sem maður fann strax fyrir, sem var mjög gott. En að því maður vill færa snær því sem þekkist erlendis, að þú getur bara dálítið farið út á stoppistöð og þú þurfur ekki að hugsa, hann er nýfarinn vagnin, ég þarf að bíða í 25 mínútur, heldur þú getur treyst á það að koma einhver bara reglulega og til þess þurfum við með forgangsakreinar fyrir strætó, svo að hann sé að ekki fastur í umferðinni og kom ekki og við sem að bíða og gefumst upp og kaupum bíl og aukum að umferðarþungan. En það er alveg margt sem þarf að laga eins og ýmislegt með klappið líka sem að mætt alveg. Já. Ég man líka þegar þú komst á aðalfund landverndar í fyrra með strætó. Upp í hvað staður var það? Í Gufunes. Frístunda. Já, og það var náttúrulega mjög ánægilegt því það eru allt of fáir stjórnmálamenn sem kom á aðalfundi landverndar en þú komst og þurftir að hafa fyrir því vegna þess að strætósamgöngur þangað voru ekkit sérstaklega góðar og svo ætluðum við að hittast á eftir og þá tók því rúman klukkutíma að komast niður í bæ aftur þannig að það er ýmislegt sem á bæta. Já, einmitt. Heyrðu, en ég ætla aðeins að ræða við þig núna Sanna og ykkur öll helstu svona niðurstöður í fylgismælingu Gallup í dag. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi 27,6 og er svolítið stærri heldur en Samfylking en þarna eru svona turnandi tveir eins og þeir hafa verið kallaðir. Vinstrið, þið, eru með 30,5% sem er gott. Þú lítur að vera ánægð með það, ekki satt? Mér ánægð, samkvæmt þessu mælist vinstrið þriðja stærsta framboðið í borginni. Já. Þannig að ég er mjög ánægð með það. Kemur það óvart? Kemur alls ekki óvart. Ég held að fólk sé líka bara ánægt að vinstra fólk sé að vinna saman. Já. Það er strax ákveðin svona sögn í því og fólk treysti því. Og bara við tölum skýrst og að manna máli og við ætlum þetta bara að ná lengra í þessu. Já. Sko, þið í Samfylkingunni með þokkalega vel við unna í ljósi þess að þið eru núna að mælast með 3% meira fylgi heldur en þið fenguð 22. Einum borgarfulltrúar fleiri líka. Já, er með 6 og sko ef við förum aðeins þú hefði nefnt það að það væri að miðflokkurinn væri stærri í landskönunum heldur en í borgarstjórnarkosningunum en
það mjög svona, finnst mér gild sviðsmynd með þessa könnun að við spólum 4 vikur fram í tíman og við förum að velta fyrir okkur ef kosningaúrslitin verði eitthvað nálægt þessu, þá mjög spennandi hvort það verður vinstri eða hægri meirihluti. Og þá langar mig til þess að leyfa ykkur aðeins að fara yfir það hvaða máli það skiptir í ykkar huga hvort það verður vinstri eða hægri meirihluti. Ef að byrja á þér, Björg. Ég bara eins og við vorum að tala þá skiptir það máli til dæmis ef að borgarlínan yrði hent og bara tækju við eitthvað alveg nýtt og einhverjar byltingar í því sem ég held ekki að fólk hafi óskað eftir. Fólk vill fá betri almenningssamgöngur og þannig að það ekki, ég hef ekki séð þá kröfu en ég nú kannski ekki á þannig stað heldur því að auðvitað styðja náttúruverndarsamtök almenningssamgöngur en þetta svona bara eitt af mörgum dæmum. Já. Og aftur tölum við við vorum nú að tala miðflokkin áðan og þeirra nálgun að ég hef ekkert orðið heldur vör við eftirspurn eftir einhverjum svona alls konar hörku í einhverjum málum sem verður að vinna að og leysa. Nei. Það frekar eftirspurn eftir því að það takist betur að leysa þau. En skólamálin öll og leikskóla og almenni bara þessi velferðarþjónusta. Það engin eftirspurn eftir því að hún sé einhvern veginn, henni sé kollvarpað eða hún einkavædd og þannig að ég held bara að það kannski meiri eftirspurn eftir því að meirihlutin sem vinni betur í tilteknum málum frekar en að komi nýr meirihluti og geri alla hluti einhvern veginn allt öðruvísi. Sko framtíðin verður kannski einhver leyti í höndum viðreisnar borgarfulltrúanna, það gæti farið þannig og mér finnst líka bara pínu erfitt að átta mig á því hvort þið eruð vinstri flokkur eða ekki í Samfylkingunni. Samfylkingin Jafnaðarflokkur Íslands sjálfsögðu vinstri flokkur. Jafnaðarmannaflokkur sjálfsögðu vinstri flokkur en þú heyrir það nú að flokkurinn hafi færst til hægri Já, ég meina, mér finnst bara mjög vinstri svona efnahagspólitík það verið að tala mest eitthvað svona menningamál og ég veit nú ekki betur en þessi slegið á okkur bara hverjum degi fyrir að hækka skatta á mikið þannig að við erum að styrkja þannig velferðina og það sama við stefnum að gera í Reykjavík. Ég held að það 4 vikur í kosningar þetta það bara málefni sem ráða för. Mér þótt að skrítið hjá sumum flokkum eins og Framsókn sem einhvern veginn fyrsta mál að segja hvernig við ætla ekki að vinna með og svo fara að segja hvað ætla að tala Þeir eru náttúrulega svo mikill í kreppu og það bara brekka fyrir þá að fá einn mann inn Já, ég held að þau eru bara mér finnst bara mjög mikilvægt fyrir borgarbúa að það verður ekki myndað meirihluti sem ætlar að fara að rífa upp samgöngusáttmála og svo þurfum við að verja barnafólk tvöföldu kerfi í leikskólamálum og barnaskatti eins og birtist okkur í Kópavogi undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Þetta eru lykilatriði. Heldur að Samfylkingin muni njóta þess ef kemur til þess að Viðreisn verði í odda aðstöðu með það hvort það verður myndar meirihluti til vinstri eða hægri. Heldur að Samfylkingin muni njóta þess að vera í ríkisstjórnarsamstarfi með Viðreisn? Já, það ekki gott að segja, menn það getur verið bara slæmt og gott. Kannski vilja ekki vera landsmálunum og í borgarmálunum að vinna til vinstri við sig. Sko miðað við það sem kom fyrir Einar Þorsteinsson síðast þegar hann var tilbúin með einhverja stjórn og greinilega var kippt í hann úr landsmálunum þannig að hann plottaði yfir sig það blessaður. Eitthvað gerðist þar. En ég var í pallborðindaginn með öllum forsendum unglingahreyfinga. Þar var hann Sverrir úr Viðreisn. Og við vorum sammála talsvert mikið meira heldur en hann og hægri flokkanir. Þannig að ef þau myndi frekar vilja fara með þeim þá eitthvað annað málefnin sem ráða fyrir Já, en svo það líka þessi sprungu þreyta gagnvart Samfylkingunni í meirihlutanum og það verða nokkri sem ekki meira svo að við erum að bæta okkur manni. Jú, en það verða einhverjir sem að greiða atkvæði sínu bara til þess að losna við Samfylkinguna úr borgarstjórn af því að í huga sumra kjósenda þetta ekki búin að vera góðu tími núna að baki og þá vísað til oflangt hafi verið gengið í þéttingu byggðar, svona sumt í skipulagsmálum hafi ekki verið nógu gott, stjórnsýslukostnaðar of hár, svona ýmislegt. Já, ég meina kerfið bólna út, alveg sama hvað maður fyrir borgina, maður heyrir þetta sama að það bara kerfið of þungt, það erfitt að ná til borgarinnar og þarna á þetta Samfylkingin á að vera afl breytingar að kemur á þessu. Við þurfum að tryggja að kerfið vinni fyrir fólkið en ekki öfugt. Og býtum hvað voru að ræða? Hvað finnst þér líklegra að það verði myndaður vinstri eða hægri meirihluti að loknum kosningum?
Viltu Já, spá bara um það það? er svo langt í kosningar. Já. Ég meina, maður veit ekki, sko, það eru 4 vikur til kosningar, Já. 4 vikur til kosninga, ég meina, Samfylkingin alls að vera stærst í borginni og fá umboð kjósenda til þess að mynda meirihluta. Já. Ég held að það sé að mikilvægast í bili. Þið Pétur, þið ætlið að vinna Hildi og Brynjar. Að sjálfsögðu. En þið fengu nú öll á baukinn frá formanni sósíalista eða frambjóðanda sósíalista í borginni þegar að þeim var hleypt þarna inn í sem áheyrnarfulltrúum liðhlaupunum úr sjálfstæðisflokknum fyrir fullt af pening. Já. Af hverju var það? Herðu, Af hverju neitaðir þú ekki að taka þátt í þeim sirkusi? Það var þetta var athyglisverð atkvæðagreiðsla. Við bara kusum eftir eigin samfæringu og svo sé ég að þessu er svona þetta er kynnt sem ákvörðun að hækka laun. En mér finnst það ekki alveg gefa heildarmynd af því að það er þannig að ef þú ert segjum og sért borgarfulltrúi eins og þegar ég var í minnihluta og var bara ein, þá er það þannig að þú getur komið þér inn í ráð og nefndir en það fer eftir rauninni stærð flokksins. Þetta er smá svona tæknilegt. En þannig að með að ég væri bara ein, þá komst ég inn í velferðarráð en ég var ekki að ná að komast inn í margt annað. Þannig að stærri flokkar komast inn í fleiri ráð og nefndir. Og það er þannig að þú nærið ekki kjöri inn í borgarráð þar sem að miklar og stórar ákvarðanir eru teknar og fáum kynningar á mjög mörgum mikilvægum málum. Forsætisnefnd þar sem að dagskrá borgarstjórnar er undirbúin og umhverfis- og skipulagsráð sem er einmitt að fjalla þessi skipulagsmál. Að ef þú nærið ekki kjöri inn í ráð að þá getur tilnefnt áheyrna fulltrúa. Þannig að þú getur verið með þinn fulltrúa sem að nær þá að fá allar þessar kynningar og upplýsingar og gögn. Þegar þú segir þig úr flokki og ert orðinn óháður þá áttu ekki skýlausan rétt, þú áttu ekki rétt á því í rauninni á að tilnefna áheyrnarfulltrúa til að fá aðgang að þessum upplýsingum. Mér finnst í mínum huga þá snýst þetta þetta er lýðræðismál, þetta eru kjörnir fulltrúar sem eru borgarfulltrúar og mér finnst eðlilegt að þau fái aðgang að þessu ráðum og nefndum. Hins vegar með launin, þá finnst mér það fáránlegt. Mér finnst þetta allt of há laun eins og ég hef talað ár eftir ár og mér finnst það eitthvað sem að persónulega finnst mér að það ætti að endurskoða það. Varstu þá ekki aðstöð til þess að setja einhvern fyrirvara með þegar þú greiddir atkvæði eins og þú gerðir? Svona kannski segja skýrar af hverju ég var að gera þetta eitthvað þannig. Af því að í huga okkar þá er þetta samspilling. Þetta er sukk og spilling borgarfulltrúa sem er að gæta eigin hagsmuna innbyrðis. Og þetta er ekki það sem að vinstrið þarf á að halda að vera spyrt með hinum öflunum. Þú hefur verið að reyna að tala það að það fari hluti af þínu launum til góðra mála og þú er einmitt rætt það að þetta sé of há laun. En þegar svona gjörð er annars vegar þá birtist þetta okkur. Tökum þennan fjölmiðil hér. Hér er fólk að vinna 200 klukkutíma á mánuði. Og er aldrei frí aukin heldur helgar og hátíðardögum og það var 400.000 krónur útborgað og það er veruleikinn hjá sumum fjölmiðlum á Íslandi. Þetta er fólk með 200 tíma vinnu á mánuði og er alltaf og svo heyrir það bara að einhver borgarfulltrú sem hættir í einu flokki og fyrir í annan að hann fái bara fyrir að hlusta á einhverjum fundum þá fá hann 800 skall og það bara endalaust þetta bæta Er það bara fram að kosningu? Það bara endalaust þetta bæta við þessi laun bara grunna, startgjald 1,3 milljónir er það ekki og svo bara búm, búm, búm þetta finnst mér að margir í sundlaugunum í Reykjavík séu að ræða, sé ekkert í lagi. Ég sammála með launin en í mínum huga þá var þetta í rauninni, þetta var tillaga hvort að það ætti að leyfa borgarfulltrúum sem eru kjörnir að fá aðgang að upplýsingum og gögnum, þannig sá ég þetta. Þannig ég studdi það og það er ekki allir sem studdi það en ég bara stend með minni samfæringu og mér finnst þetta að vera svona eins og gegnsæi en þessi laun, það er fáránlegt og það er líka rugl, mér finnst það líka rugl. Það er sem sagt þannig að ef þú situr ekki í ráði, mæti sem sagt bara borgarstjórnarfundi sem er að jafnaði 2 sinnum í mánuði, að þá ferðu 50% grunnlaun. En það er samt mjög skrítið að því að þú er síðan boðaðir inn á fund borgarstjórnar að því að aðalfulltrúi veikur eða kemst ekki, að þá ferðu greitt held ég fyrir fundin einhvern 60 skall. Þannig í rauninni gætir verið einhver manneskja sem að situr ekki í ráðum og nefndum, mætir á borgarstjórnarfundi og gætir verið bara með
talsverðar tekjur út úr því, en ef þú kemur inn út af öðrum aðstæðum og þá ertu með miklu minni tekjur. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum byrjað að skoða í forsætisnefnd, hvort sé ekki eðlilegt að breyta þessu, þannig að þú fáir þá bara greitt per fund en sért ekki á einhverjum föstum mánaðarlaunum fyrir að mæta bara á 2 fundi. Er það forsætisnefnd sem hefur með þessi kjaramál að gera? Já. Við þurfum ekki í staðin fyrir að lækka launin. Tala við ríkið, fækka eins borgarfulltrúum. Ríkið þurfa að mæta á staðin eða á nefndafundum. Herða reglunum hvenær með kallinn vara, þannig að fólk sé að vinna fyrir laun. Ég er ekki sammála að fækka, sko. Ertu ekki sammála að fækka þeim? Nei. Það er 23 fyrir margir. En svona meira við kostnaðin sem að sko þegar maður ber saman við nágrannasveitarfélög í öðrum löndum og svona, þá virðist þetta að vera mjög hár kostnaður. Mér finnst það eðlilegt að lækka launina því að líka það sem maður kynnir síðan í meirihluta er að eins og maður situr kannski í stjórn fyrir utan Reykjavíkurborg, en fyrir hönd Reykjavíkurborgar þá er greitt fyrir það, en það kemur ekki fram inn á heimasíðu borgarinnar. Ég held þessi á margir. Ég er ekki Mér finnst þeir vera ansi margir. En það eru ekki svolítið margir og ég meina alltaf að tala að sér að fara einhver gæluverkefni. Er það ekki bara því að fólk hefur aðeins svo mikinn tíma? Treystu mér, ég hef engan tíma, sko. Þú veit, hörgudurlega. Nei, ég segi svona. Ekki hef ég neina skoðun á því hvort þeir eru margir eða hvernig það er, en ég hef mikla skoðun á þessum launum fyrir þessar áheyrnir þarna, þær eru bara út í hött og það sjá það bara allir. Þannig en ég er sammála sönnu með þessa lýðræðisaðkoma og það er bara almennt mjög gott að sem flestri taki þátt í lýðræðinu. Og ég veit nú, af því þú talar samstöðuna og kjör hjá ykkur. 400 skall útborga fyrir 200 klukkstunda vinnu. Já, ég meina það er bara margir með sem lifið þessum veruleika. En svo er það allt hugsjónafólkið sem er að vinna í alls konar að fá áheyrn eða jafnvel fulla þáttöku í nefndum sem vinna. Ég þekki það í náttúruverndinni, það er fullt af fólki sem er tilbúið til þess að gera það fyrir ekki neitt. Og flest allt sem að náttúruverndin tilnefnir í alls konar nefndir og ráð sem eru bara ekki launuð. Og það er ekki erfitt að fá fólk í það vegna þess að fólk er að fylgja eftir sínum hjartans málum inn í þessum nefndum. Já, en það væri nú verra ef öll fjölmiðlun í landinu eru bara unna hugsjón. Ég er ekki að mæla með því að fólk fá ekki laun fyrir vinnu, en ég er bara að segja það að það að fá að taka þátt í lýðræðinu á ekki alltaf að vera eitthvað sem þú, eins og einhverju bitlingar, heldur bara að þú tekur þátt líka í sjálfboðastarfi. Það er bara svo stutt, Björg, bara svo stutt síðan þingfararkaup var bara svo miklu lægra. Stutt síðan laun borgarfulltrúa voru bara brota því sem þau eru í dag. Mér finnst þau hafa farið mjög hratt. Og rökin voru alltaf svo, þau að við fengum ekki gott fólk, við fengum ekki þingmennskana, þetta eru bara einhverju aumingar sem reynda að verða þingmenn, við þurfum að fá besta fólkið okkar, annars færi það einhver frábær og stór fyrirtæki og eru einhverju mógular á heimsvís og eitthvað svona, þetta er bara vitleysa. Já, við höfum nú séð það bara mjög skýrt í heimsmálunum í dag, að þeir sem eru með mesta peningin, það er nú ekki langt síðan Epstein var ræddur mjög mikið. Það var mjög ríkt fólk og mjög spillt fólk sem kom að þeim öllum málum, þannig að það að mæla fólk gæði fólks eftir því á hvað kaupið það er, það er frekar úrelt. Og það var engi geta bent á það að borgarfulltrúum eða þingmönnum hafi farið fram með því að laun þeirra verði alltaf betri og betri. Hvernig mælum að það byrsi? Maður mælir það til dæmis með því að ræða við gamla starfsmenn þessara stofnana og biðja þá að fara yfir stöðuna í dag og síðasta áratug og aftur í tíman og þannig fær maður einhverja tilfinningu, það er svona eiginlega rannsóknir sem að geta svara því að einhverju liti. En ég ætla nú ekki að gera þig, Sanna mín, ábyrga fyrir þessu, því að eins og ég nefndi áðan, þú ert nú svo sem helst hefur sýnt lit í hináttina. En þá er komið að spurningunum til þín. Skiptir að þínu viti miklu máli hvort meirihlutin í Reykjavík að loknum kosningum verður til vinstri eða hægri? Skiptir mjög miklu máli og ég verð að segja við mig og fólki kringum mig, við þurfum að gefa okkar allt í þetta ef við viljum ekki að hægrið gleypa okkur og börnin okkar og barnabörnin okkar. Fyrir mér er þetta meira en spurning það hvað gerist eftir kosningar og hver verður næsta meirihluta til næstu 4 ára, af því allar ákvarðanir sem eru teknar þær hafa bara mikil áhrif inn í framtíðina.
og við vitum að hægrið hefur ákveðnar áherslur sem að ég sem vinstrimanneskja trúi ekki á og finnst skaðlegar og svona sem dæmi að þá heyrum við til dæmis oddvita Sjálfstæðisflokksins gegnum tíðina tala að einkavæði selja þessi bílastæðahús og á sama tíma er hann að tala að það þurfa að gera bílastæðin aðgengilegri fyrir íbúa borgarinnar. Ég meina, hvað gerist þegar þú selur bílastæðahús ef þú einkavæðir þetta? Það kemur væntanlega einhver einkaaðili sem að vill fara að rukka himinhá gjöld. Við sjáum allir þessu upp í kringum okkur. Ekki einkaaðilar að rukka núna? Mikið. Það er bara alls konar í gangi. Það er svo mörg upp að það er búið að einkavæða náttúrulega slatta af þessu. Ég þór ekki niður í bæ. Já, þannig að þú veist, er þetta framtíðin? Ég segi það sama, ég labba bara. Ég líka. Já. Ég fór á þing og borgaði bara í appi, það var parka svo kom ég tilbaka, það var bara vittlust svaka business í kringum þetta það var komið svaka business það er mjög leiðilegu business en þá getur við verið með mörg upp svo getur maður greitt eftir þá getur safnað skuldum að inn og farið yfir hitt getur verið rosa hendur kannski er þetta mjög auðvelt fyrir einhvern sem er 22 ára nei, mér finnst þetta sko. Þetta er gjörsamlega óþrúandi sko. Svona að fara að minnka eitthvað gjaldskilduna niður í bæi, eða ekki? Við erum búin að tala svo oft bílastæði á þessum fjölmörgu löngu borgarstjórnarfundum. Við vorum að kynna breytingar og munum vera með þær til umræðu á næsta borgarstjórnarfundi en ég bara viðurkenni ég smá orðin þvældi allir þessari bílastæði umræðu svo ég sé alveg hreinskilum með það er svo margar áherslur í gangi og þetta er ekki alveg gott eins og þetta er. Nei, ég held að vonandi verið stíðin einhvern skrif í áttina er bara hægt að rukka helgar og kvöld. En þá þurfti að koma almenningssamgöngur til Keflavíkur út af því að túristarnir þeir bara leggja bílunum og svo bílalegu bílunum sem þeir eru ekki að nota út allt. Já, við erum alveg samanlega þetta held ég. Ég er að fara að taka á móti tæplega 200 háskólanum í Vísó hérna upp í Aðkókisal og verða að þjóta. Já, þakka þér fyrir þitt framlag í dag, Jóli. Það er búið að vera gaman að heyri þér og bestu kveður. Við sjáum síðar. En svo eins og með að því að þetta er líka íbúakörfi miðborgar búa. Þannig að þetta er sko líka íbúar miðborgarinnar er að tala dálítið aðgengi fyrir utan heimili hjá sér og svo er náttúrulega fólk sem sækir miðbæinn sem að býr í öðrum hverfum borgarinnar sem vil líka geta einhvern veginn lagt við búðir og götur. Þannig að það er mjög margt í þessu. En svo er líka bara orðið bílastæða vandamáli í útkverfum. Ég var bara eina mákonu í Breiðholti og það er bara mjög agalegt að heimsækja hana því að það er ekki hægt að fá stæði nema að leita í langan tíma. Það er bara svo margi bílar. Af því að það er ekki nógu góðar almenningssamgöngur býst ég við. Nei. Það er allir eiga bíl, allir krakkar, bara 17 ára bíl, keyra í skólan. Svo var þetta núna eins og í vikunni að var það umræða fæði grunnskólabarna og hvort að mætti vera óhollt stundum. Hægri bylgjan, hún er svolítið að gera grín að pólitískri rétthugsun þeirra sem að segja að það megi aldrei vera óhollu matur handa börnunum. Hvert er þitt sjónarmið til þess? Ég meina foreldrar geta ennþá kosið hvað við gefa börnunum sínum að borða þó að Reykjavíkurborg leggi áherslu á að vera með hollari valkost fyrir börn sem er að mennta sig og þurfa góða næringu. Reyndar er það þannig að það er ekki allir foreldrar sem að geta endilega að gefa börnunum sínum það sem vilja gefa þeim að borða sögum fátæktar og mér finnst það einhvern veginn viðurkenni, mér finnst aldrei sérstakt að þetta væri orðið eitthvað svona vandamála, það væri áhersla á að einhvern veginn bjóða börnum upp á hollari valkostin. Ég var bara erfitt með að skilja það sko. Ég hef ekkert að, mér er fínt að fá mér franskar og alls konar pítsu og ég er bara til í þetta allt. En mér finnst aldrei sérstaklega kannski ef að fólki fara að gagnrýna að sett fram stefna að börn ekki að fá mikið unnin mat. Ég þarf smá hjálp að skilja. Já, þetta virtist nú ekkit fallið neitt sérstaklega góðan jarðveg heldur. Þetta virkaði eins og bara einhver svona svolítið bjánaleg krækja til þess að segja vinstrimenn vilja alltaf banna allt. Og bönn eru rosalega púkaleg og mjög lík vinstrimönnum. Og það var samfylkingin þá í þessu tilfelli. Þetta átti að vera smá vókspark líka, held ég. Já, þetta var eitthvað svona spark, en ég held ekki að það hafi heppnast. En sko, hvað er að því að leyfa börnum sem eru í skóla að mennta sig og læra
að fá hollan mat. Það er ekki bara gott mál. En svo inn í þessu samt, að því að stendur líka í matarstefnunni, áhersla á að matur verði framleiddur sem næst þeim sem að neytans og inn í þessu þurfum við að skoða alla þessa útvistun. Og emitt. Mér finnst bara eðlilegt að matur verði eldar í skólunum en til þess að það verða veruleika þá þarf að bæta eldurs í ýmsum skólum og ýmislegt sem myndi þurfa að eiga sér stað. Já. En þau voru þannig tvö að tala að þetta væri bara bannað að borða pulsur sem fólki finnst svo gott og líka kótilettur í raspi. Já. Sko, mér finnst þetta að vera svolítið hluti af því sem vorum að ræða áður en þú komst sem að sko það sem að næri í gegn oft svona hálfgerð vitleysa sko. Það pínu erfitt að vera í málefnalegri kosningabaráttu en við hvern talar þú helst þegar þú ert svona, þú hefur núna 4 vikur til þess að reyna að fá fólk til þess að kjósa þig. Ertu mest að tala við fólk sem illa stætt? Þetta er mjög fjölbreytt. Við höfum verið að fá boð á alls konar svona viðburði og heimsóknir og hjúkrunarheimili og pallborð og svona ólíkir hópar sem að vilja hitta okkur þannig að maður segir bara já og reynir að komast á sem flesta viðburði og svo hef ég verið með viðtalstíma í gegnum tíðina þar sem ég auglýsi bara viðtalstími borgarfulltrúa og þá veit maður aldrei hver hefur samband. En þetta oftast fólk sem í mjög slæmri húsnæðisstöðu, það oftast fólk sem hefur samband. Leigjendur. Leigjendur hefur verið til dæmis lengi að biðlista eftir íbúð í félagsbústöðum. Þeir eiga sér mjög fáa og veika málsvara. Ertu ekki sammála mér með það? Ég myndi segja að leigjendasamtökin hafi gert magnaða hluti í að tala máli leigjenda og mér finnst líka bara svona fátækir leigjendur hafa stigið meira fram og lýst stöðunni eins og hún Ég heyrði viðtal við þessar 2 konur sem að leigja hjá Bjargi á RÚV og mér finnst það mjög gott. Þær voru að segja bara núna á ég pening eftir og get leyft mér að gera hluti að því leigan miklu lægri og mér fannst þær tala bara beint, þú veist þær voru ekkert að skamma sín sem var svo gott. Þær voru bara að tala stöðuna að þarna væri þær komnar í öryggi og en já, þetta aðalega svona leigjendur sem að leita tímans. Já. Ég til dæmis ef maður svona spáir í mainstreams fjölmiðlana þá finnst mér, tökum bara fjölmiðlana svo bylgjuna. Það ekki oft sem umræða að leigjendur hafi það skítt. Það ekki oft þegar þú lest Moggan sem þú færið það sjónarhorn að leigjendur hafi það skítt. Jú, það kemur fyrir hjá RÚV en þetta nokkuð stór hópur og mér finnst hann vera svolítið mikið svona út undan sko. Og þá velti maður fyrir sér sko af hverju það vegna þess að við vitum það að þetta vítarhingur, þetta tengt efnahag foreldra hvort börn geta keypt íbúð eða ekki, þetta hefur ekkert með verðleika að dugnað að gera. Þetta hefur bara mjög mikið með heimanmund og allt það og finnst þér að þetta sé atriði sem að þurfa að ræða einhvern veginn betur í kosningabaráttunni félagslega aðstoð? Já, miklu betur og bara hver raunveruleg staða leigjenda því ég held að fólk haldi stundum svona já, þetta erfitt og þetta ströggl og fólk kannski eitthvað að flytja en ég held að bara margir gerir sér ekki grein fyrir því hversu bara rosalega erfitt þetta getur verið að vera á leigumarkaði, sérstaklega að þú ert með börn og sífellt að flytja, börn á ekki einhvern veginn að festa rætur í sínum hverfum. Það setur bara mikið álag á fjölskyldur og einhvern veginn að vera ekki með fyrirsjáanleika í leiguverði að svona úr trættur að leigan hækki skyndilega og vanta bara miklu meiri aðgerðir gegn því að það sé að hækka leigu fyrirvara laust og maður sér hvað var ekki könnun að landsmenn eru hlindir leigu þaki. Var ég ekki að lesa það í dag einhvers staðar? Ég minni það. 2, 3, ég man ekki nákvæmlega hver talan var, en það svona kallað eftir aðgerðum til að styðja leigjendur og ég er mjög sammála því og svo líka hópur í okkar samfélagi innflytjendur sem eru auðvitað mjög fjölbreyttur hópur en það líka bara mjög stór hópur hér í borginni. Og á leigumarkaði gjarnan og hefur einmitt þá kannski minni rödd líka af því að þeir eru útlendingar. Ég skil stundum ekki neitt. Sko, ríkisstjórn Bjarna og Katrínar, hún vildi ekki taka upp leiguþak. Núna ríkisstjórnin aðeins að móast við gagnvart olíufélögunum og setja þau í smá spennitreyju og þá koma einmitt hægri öflin alveg brjáluð og segja þetta megi nú ekki, það megi nú ekki veita þetta aðhald, það bara fyrirtækinu að vera frjáls það er bönnin og allt það.
ég skil ekki neitt vegna þess að við búum í samfélagi þar sem að þeim sem að eiga mesta peningana hefur aldrei verið treystandi fyrir því að hafa hér eðlilegt samkeppnisumhverfi. Mín skoðun. Jæja, heyrðu, en hérna veðrið gott, sólin skín, margir sem að farin að hlakka til að fá sér ís og ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur, en svona í lokin af því að þú ert þarna með vinstri grænum í vinstrinu og þú varst nú heldur betur í vinstri grænum Björg Eva einu sinni og framkvæmdastjóri flokksins og ég veit ekki hvað og hvað. Var í 8 ár, sko. Já, aðeins með umhverfismál, svona í lokin, eru þau bara týnd? Hvernig finnst þér mikil umræða umhverfismál inn á Alþingi eða inn í borgarstjórn eða núna fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar eða hvernig metur þú ástandið? Ekki mikil umræða inn á Alþingi og það náttúrulega engin vinstri við samfylkinguna inni á Alþingi. Það engin hvað orðið, það engin já, nú orðið alveg farið. En það, já, sko, ég myndi segja einmitt að með tilkomi vinstrisins að þetta sé svona eina frambúði sem að flétta þetta inn í bara allt sem að viki með borgarmálum og daglega lífinu og það aldrei talað eins og umhverfismál að hann Jóhann Páll einmitt umhverfis og orku, hvað heitir þetta? Loftslags. Fer þetta saman, veit ekki alveg. Þannig að það mætti alveg vera meiri umræða en ég held að það sé mikilvægt að umræðan sé aldrei bara út frá daglegu lífi fólks og með stéttaglerunum og við séum ekki einhvern veginn að svona kannski setja ofur áherslu á einstaklingin, heldur líka að skoða því stærra samhengi, þú veist, öll þessi stórfyrirtæki sem að menga og svo framvegis. Já, og núna erum við til dæmis með alveg helling af borgarbúum á neldum dekkjum og það komið fram yfir 15. Og við lifum í einhvern veginn veruleika að við fórum öll á nagladekkin, við sem fórum á nagladekk, við fórum öll sama daginn á nagladekkin. Það var daginn eftir brjálaða veðri sem kom í, man ekki hvort það var í október eða nóvember og svo var eiginlega engin ástæða til þess að aka á neldum dekkjum eftir það. Þarna var mikið svifryk, slit á götum, öndunarvandamál og allt það og mjög minni umræða þetta núna heldur en fyrir nokkrum árum. Já. Getur vel verið, sko. Hvað finnst þér, Björg? Jú, hún fer að vaxa núna. Fer að vaxa. En hún var minni tíma. Hún líka breytast. Og það alveg, þið eigið eftir að heyra það á græna borðinu, hvernig umræðan að breytast. En til dæmis þá myndi ég segja að náttúruvernd í borg líka mál sem þarf að skoða og það bara mikið fagnaðarefni ef að flokkar sem í framboði í borginni sem við höfum í landvernd allavega átt frekar gott samstarfið og mér finnst alveg í þó nokkrum flokkum vera svona fólk með augað á þessu og við erum nú til dæmis að halda þennan stóra græna dag í góðu samstarfi við borgina og við fengið stuðning og styrk til þess og mér finnst ég bjartsýn á þetta. En það kannski til marks græðkina í þessu samfélagi að DFF fara að færa okkur fréttir af því í dag að vegna almyrkvans þarna í ágúst þá sé nætur ein nótt af einhverju rottuhólu Íslendingar sem ætla sér að græða á almyrkvanum ætla að rukka 500.000 kall fyrir nóttina bara einhverja kojur og eitthvað en ef ekki bara að skilja við áhorfendur á þeim nótum. Kæra þakki fyrir komuna Sanna og gangi þér vel í kosningabaráttunni. Það verður fróðlegt að sjá hvorum megin þetta fellur. Ólafur Tónn Harðarson stjórnmálafræðingur segir að þetta séu óvenju spennandi kosningar og út frá því hvort af þetta segla hnífi til vinstri eða hægri. Það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því og kæri þakkir Björg Eva fyrir að koma hér og ræða umhverfismál og fleira og ég ætla ekki að þakka þér Brynja Níelsson því að þú komst ekki þóttu væri búin að lofa því að þú kemur hérna en ég þakka Jóla sem var hér tíma og ég þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur minni á það að á morgun helgispjall þjóðþekktur maður sem verður í löngu viðtali við Maríu Lilju og svo sunnudaginn þá eru það Synir Egils alltaf eitthvað að gerast hjá samstöðinni en takk fyrir samfylgdina, verið sæl.